Já, komið sæl öllsömmul. Ég heiti Daði og starfsmaður Umhverfis- og Orkustofnunar. Fyrst og fremst að vinna í grunnvatni þar. Heyrist ekkert í mér? Getur við eitthvað gert ykkur? Heyrist betur í mér núna? Mjög gott. En svo ég endurtæki mig, mér finnst gaman að segja nafnið mitt, þannig að þetta bara frábært tækifæri. Ég heiti Daði, ég grunnvatnssérfræðingur á Umhverfis- og Orkustofnun. Ég til þess að gera nýbyrjaður hérna. Ég byrjaði 1. nóvember og svona þá komið mér inn í ýmis mál. Var þar áður í mörg ár á Ísor og hef þess vegna komið að alls konar málum frá núna báðum hliðum sem alveg mjög skemmtilegt og áhugavert. En þetta eru umfjöllunarefnin sem að ég með í dag. Ég ætla að fjalla endurámörkun grunnvatnsflota, viðmið fyrir mat á magnstöðu grunnvatnsflota, aðferðafræði við mat á efnafræðilegu ástandi grunnvatnsflota og síðan kannski örfá orð og kannski ekki mjög mikið mat og áhrifum framkvæmda á grunnvatn. En ef við höfum tíma þá ég með annað erindi eða aðra glærur sem ég get fjallað eftir hádegi þar sem ég get farið örlítið nánar í þau mál. Maja nefndi hérna í morgun, eða Maríanne hjá Umhverfis- og Orkustofnun, að stjórnsýslan væri svolítið að reyna að ná við skottið á sér og það alveg sannarlega staðan og þess vegna bara gaman að geta þess að þó ég sé að fjalla þetta núna, þessa punkta þarna magnstöðuna og aðferðafræði við mat og efnafræðilegu ástandi og svo framvegis, að þá eru þetta skjöl sem ekki tilbúin, við erum að vinna þeim en þau eru svona alveg það bil að sigla í mark. Og ef við höfum tíma að setja partinn til þess að fara í gegnum glærutinu mína þá verður þetta síðasta glæran mín þar og kannski bara ágætt að loka hringnum þá. En til þess að leggja mat á áhrif framkvæmda, áhrif á mat á áhrif framkvæmda eða starfsemi gagnlegt að hafa þetta þarna sem tilgreint á þessari glæru til hliðsjónar og þetta þá einmitt aðferðafræði við mat á efnafræðilegu ástandi sem ég nefndi áðan, viðmið hámarks upptöku grunnvatns og álag á grunnvatnsflot. Og aftur þetta ekki alveg tilbúið en að komast að birtast núna á næstu vikum vonandi eða allavega síðar á þessu ári. En þrátt fyrir það að þetta sé ekki tilbúið að þá get ég alveg sagt að ég hef sjálfur á minni fyrri vinnustað unnið umhverfismat vegna framkvæmda og nýtingar og jafnvel þó að þessi þættir þetta sem að nefna hafi ekki verið tilbúið að þá þetta alveg hægt og leiðbeiningarnar sem að Umhverfis- og Orkustofnun gaf út í lok árs 2024 eru mjög gagnlegar til þess að haka í þau box sem að þarf að haka í. En fyrst að endurafmörkun grunnvatnsflota. Þetta gamla afmörkunin sem ennþá í gildi og eins og við sjáum að þá þarna býsna stór grunnvatnsflot, mörg svo frekar lítil. En þessi afmörkun hún byggðist fyrst og fremst á gömlu vatnafarskorti sem var gefið út árið 1981 eða 2 ef maður rétt og það vatnafarskort byggði fyrst og fremst á mismunandi lekt, mismunandi jarðlaga á Íslandi. Og með þessari skiptingu að þá koma svona verða grunnvatnsflotin býsna stór og ég ætla að prófa að athuga hvort ég get ekki kallað fram þennan gaur hér að til dæmis eitt grunnvatnsflot sem að ég veit það uppáhalds grunnvatnsflot sumra þarna úti. Ég veit þetta skrítið að segja það að fólk eigi sitt uppáhalds grunnvatnsflot en fólk verður að fá að nördast alveg bara pínu bara sjálft sko. En það nær bara frá nyrstu ströndum í norðri alveg suður alla vesturina
nær að haldast samfleytt hérna áfram suður og áfram og alla leið hérna niður að Hvalfirði. Þannig að þetta er býsna stórt lot en hérna þetta er ekki það eina, það er annað sambærilegt lot á austanverðu landinu og það gefur auga leið að það er erfitt að meta ástand eins svona risastórs grunnvatnsflots. Það er að segja hvernig ætlum við að hérna tækla það ef það verður mengun í hérna Hvalfirði, til dæmis út af einhverju starfsemi þar, fellur þá allt grunnvatnsflotin norður á Strandir bara út af því, sko. Þannig að það eru ýmis vandamál í þessu. En, það er skemmtilegar áskoranir, kannski frekar. En þessi endurafmörkun grunnvatnsflotana hefur verið unnin af hérna Veðurstofu Íslands og hérna Umhverfisorkustofnun í náinni samvinnu þar á milli. Og þetta er svona nokkurn veginn myndin sem við erum með núna og þið sjáuð að þessum grunnvatnsflotum hefur fjölgað verulega. Það sem er þó ekki svona satt og rétt á þessari mynd er að við tókum það ákvörðun að hafa fletina hérna undir jöklunum ekki með. Það er að segja að þau eru ekki skilgreind sem grunnvatnsflót þó að þessi merkt þannig á þessari myndi eða þessu korti. En við þessa afmörkun að þá notist við vissulega aðeins við lekt eða mismunandi lekt eins og áður. En þarna er líka verið að styðjast við hérna vatnaskil á yfirborði, mjög miklu leyti og það sjáum við til dæmis bara greinilega að þið horfið á Austfirði og Vestfirði. Og þarna er líka verið að styðjast við grunnvatnslíkön af þeim svæðum þar sem til er, þar sem við þekkjum svona gróflega hvernig grunnvatnsstraumarnir liggja. Þannig að þetta er svona töluvert öðruvísi hugsun heldur en var í þessari gömlu afmörkun. Og ef við kíkjum bara hérna til dæmis á Reykjanesskagann og þá sjáum við erum búin að brjóta hann allmikið upp og þarna þá auðveldara bara svo dæmis er tekið að hérna meta svona staðbundin áhrif á tiltekið vatnsflót og það er reynda þannig að hugsanlega getur álag í einu vatnsflóti líka haft áhrif á annað en þá er það bara eitthvað sem verður að tækla per se. Það sem er annað sem er nýtt í þessari endurafmörkun er að við skilgreinum ekki bara berggrunnsflot heldur líka svokölluð jarðgrunnsflot eða það sem á útlensku væri einhvers staðar kallað superficial material eða superficial water bodies og þarna er það átt við jarðgrunnin eða þessi laus jarðlög sem liggja ofan á þéttari berggrunni. Og við vitum það að í mörgum tilvikum er grunnvatn sem er á ferðinni í hérna setlögum eða lekum nútímahraunum sem að hefur lítið með grunnvatnsstraumin að gera sem að er í þéttari berggrunnum sem þar er undir. Og þess vegna eru nútímahraunin sem eru merkt með fjólubláum lit á þessu korti skilgreind sem svona superficial eða jarðgrunnsflot þó að hraun eða svona fasthraun séu í eðli sínu ekki það sem að myndi venjulega kalla jarðgrunn eða laus jarðlög. En þá ætla ég að fókusa hérna aðeins á Reykjanesskagann eða svona hluta af honum og uppsveitir hans. Og hérna sjáum við að við erum með svæði sem eru merkt fjólublá og svo erum við með svæði sem að staðkunnur á Reykjanesskaganum vita og þekkja að hér eru nútímahraun líka. En þessi skástrikuðu svæði eru ekki skilgreind sem hérna jarðgrunnsflot þrátt fyrir það að þau séu mjög lek nútímahraun. Á sama tíma og þessi heilfjólubláu svæði eru skilgreind sem jarðgrunnsflot. Ástæðan fyrir þessu er svo að hérna á utanverðum skaganum er undir þessum lögum mjög lekt berg og það er mjög erfitt að aðgreina hvað liggur hún á hverju og það er ekkert augljóst
hvort að lektin sé eingöngu í þessum nútímahraunum eða ekki. Og þess vegna sjálfur sér ekki ástæða til þess að vera að skilgreina þetta eitthvað frekar. Og er hérna aðeins svo æstur farin að veifa höndum hérna. Hérna í uppsveitunum hins vegar háttar þannig til að það liggja hérna mjög lek nútímahraun ofan á þéttari bergunni og það það mjög augljóst að það mikið og kannski miklu meira grunnvatnsrennsli í þessum nútímahraunum heldur en í berggrunninum sem þar undir. Allavega svona sumustöðum. Þannig að þetta svona fyrst og fremst ástæðan fyrir þessu. Þannig að í einhverjum tilvikum þegar kemur að því að meta áhrif framkvæmda eða starfsemi á grunnvatnsflot, þá getur þurft í framtíðinni að meta annaðhvort áhrifin á jarðgangsflotið eða berggangsflotið eða hugsanlega hvort tveggja, sem skemmtileg viðbót. Hérna sjáum við síðan svona kort af stærra svæði og þá sjáum við aftur svona jarðgangsflot og hérna brúnu litirnir sem eru hérna, þetta eru sérlög eða svona raunverulegur jarðgrunnur eða svona superficial efni. En við Inga og María og fleiri áttum fund núna bara á föstudaginn til þess að fara í gegnum alls konar svona mál. En þar hérna hentum við út þessu hérna við hérna Þingvallavatn og einhverju hérna í uppsveitum Árnessýslu, en það bara skilaði sér ekki þegar ég fór að búa til, var ekki komið inn í hérna vefsjána sem við notum við þessa endurafmörkun þegar ég var að gera glærur eða búa til glærurnar helgina. En þetta ennþá bara verki í vinnu, en þið svona áttið ykkur á hugmyndafræðinni sem þarna bakvið. Og vonandi, þetta alveg að fara að skila sér, það ekki Inga? Já. Ég held að þetta allavega svona fyrst mér líta bara vel út og komið bara hérna, býsna langt. Hérna sjáum við hvernig bláu punktarnir hérna eru svona lindir og hérna sjáum við hvernig lindir raða sér meðfram hraunjöðrum og þetta svona einn af leiðarstefunum í þessu að þar sem við sjáum lindir spretta fram undan hraunjöðrum eða til dæmis undan öðrum lausum jarðlögum, að þar teljum við vera ástæðu til þess að skilgreina sérstakt jarðgangsflot í svona nútíma hraunum. Við höfum hins vegar víða nútíma hraun ofan á þéttari berggrunni þar sem við sjáum engin merki lindir og það engin nýting eða notkun heldur á þeim stöðum og þá sjáum við kannski ekki ástæðu til þess að skilgreina nútíma hraunin sérstaklega. Þannig að við höfum þetta vakveira að það séu helst lindir eða einhver nýting í þessum nútíma hraunum til þess að það nái inn sem skilgreint jarðgangsflot. Right. Svo hefur Inga og Veðurstofan verið að vinna að mati á magnstöðu og þetta kort hlutið af þeirri vinnu og þarna sjáum við kort sem sýnir viðmið fyrir hámarksupptöku sem hlutfall af meðaltalsúrkomu. Og ef við kíkjum á þessa tölur hérna, þá sjáum við að ljósu litirnir eru almennt hérna, þá leyfilegt að taka frekar lítið hlutfall af úrkomunni upp úr grunnvatnsflotunum. En svo þegar hitna fyrir kolunum og litirnir dekkjast, þá má taka samkvæmt þessari reglu meira og meira og þið sjáuð að það má sér að taka meira hérna á virku gosbeltunum og það einfaldlega vegna þess að þar bergi miklu lekara heldur en út við eða fyrir austan og vestan og þess vegna hripar miklu meira úrkomunni niður í berggrunnin og ætti að vera auðveldara að ná
eða leyfa sér að taka meira grunnvatn á þeim stöðum heldur en þar sem að bergið er þéttara. Og svo hefur þetta verið túlkað í bara lítra á sekúndu, því það er svo sem þekkt hversu mikil úrkoman er og þarna sjáum við þessa nýju skiptingu grunnvatnsflotana undir misbláum og misgulum litum og við sjáum að á appelsínu gulu svæðunum að þar ætti að vera óhætt að taka freka lítið. Þetta er innan við 10 lítrar á sekúndu úr þessum flotum vegna þess að þarna er berggrunnurinn mjög þéttur. En á þessum lekhæri svæðum eftir gosbeltunum að þar ætti að vera óhætt að taka sumum stöðum alltaf 200 lítrum á sekúndu og sumum stöðum jafnvel talsvert meira heldur en það. En þrátt fyrir að þetta séu svona einhver viðmið sem er gott að styðjast við, að þá eru samt sem áður svona þumalputtareglur sem ég ætla að kynna núna eftir augnablik sem við notum til þess að leggja matarmagnstöðu óháð því hvernig þetta kort lítur út. Og þá komum við að fyrstu myndinni og þetta er eins og allt annað sem við erum að kynna hérna í dag, verk í vinnslu. Þannig að þetta er raunverulega bara þýðing á evrópsku leiðbeiningaskjali, þannig að við eigum kannski eftir að vinna þetta aðeins betur og aðlaga þetta aðeins svona að okkar. En til að gera langa sögu stutta, að þá snýst þetta þessi fyrsti matsháttur vatnsbúskap og þá er gott að hafa til hliðsjónar upplýsingar grunnvatnshæð á því svæði sem við erum að meta og líka upplýsingar úr hugmyndalíkönum eða reiknilíkönum eða öðrum gögnum sem við kunnum að hafa. Og hugmyndalíkön geta verið einföld og þau geta verið flókin og þau geta verið alls konar og þarna kemur þá kannski svolítið inn orð sem að mér finnst til að vera orð ársins, allavega fyrir mig, það er orðið sérfræðimat og getur svona, hjálpað okkur við ýmislegt að fela okkur á bakvið það orð, ef svo má segja. Svo er hérna spurt, sýna grunnvatnshæðir gögn fram á langtíma lækkun á grunnvatnsborði, sökum upptöku. Og ef að svarið er já, þá er magnslæðan metin slæm, en ef nei, þá koma fullt af dálkum og skammstöfunum, en til að gera langa sögu stutta, þá byggist þetta raunverulega því, þetta er raunverulega bara mat og því er verið að taka meira upp úr vatnsgeyminum heldur en endurnýjunin leyfir. Og í sömum tilvikum og í flestum einfaldari tilvikum að þá má nýta sér bara einfaldar upplýsingar, einfald gögn úr prófunum á til dæmis borholum til þess að leggja mat á þetta eða einhverja stuttarvinnslusögu. En í stærri verkefnum að þá þarf flóknari líkön til þess að meta þetta. Og ég nefndi held ég áðan að minni gamla vinnustað þá gerði ég áhrifamat fyrir bæði lítil einföld verkefni og svo eitt mjög stórt verkefni og í þessu stóra verkefni að þá notum við grunnvatnslíkan og gátum alveg gert áhrifamat jafnvel þó að það væri ekki búið að gefa út kort eins og þetta og annað væri ekki til vegna þess að upplýsingar sem við höfðum gá okkur bara einfaldlega tilefni til þess að meta alls konar. Og það er það sem ég hvet ykkur til að gera jafnvel þó að við séum ennþá að elta skottið okkur. Þá er það mat á magnstöðu. Ég biðst afsökunar því ég er búin að leiðrétta þetta minnst 3 í morgun en það vantar enn magnstöðu. En stundum elta svona mistökmann en allavega þetta er sérst annar matsþátturinn í þessu sem er þá mat á yfirborðsrennsli og þarna er raunverulega spurt hvort að nýting á grunnvatni hafi áhrif á
rennsli á yfirborði og hérna eins og þið sjáum að þessu í Evrópu er stundum miðað við að hérna einhver 50% að það sé orðið veruleg áhrif ef að hérna nýtingin minnkar rennsli í yfirborðsvatni 50%. Og síðan er einn matsháttur reyndar svo sem fjórði matshátturinn eftir, en þessi matsháttur hann hérna horfir á þurrlendis vistkerfi sem eru háð grunnvatni eða þá vistkerfi á yfirborði og þannig þá spurt hvort að nýting á grunnvatni hafi áhrif á vistkerfi á yfirborði, hvort sem það er í vatni eða á þurrlendi og þetta eru svona kannski, við erum eftir að endurskoða kannski þessar dálka hér en ef að ljóst er að nýtingin hefur jafnvel þrátt fyrir talsverðan yfirdrátt hefur ekki áhrif á vistkerfi á yfirborði að þá eru verulega líkur á því að magnstaðan sé metin í lagi. Og þetta er kannski mikilvægt vegna þess að ég svona heyrði í spjalli hérna í kaffilínu áðan að það væru sumir sem að mætu þessar kröfur í tilskipunina þannig að það mætti bara ekki vera neitt niðurdráttur. Og það er ekki þannig. Það má auðvitað, það er óhjákvæmilegur fylgifiskur grunnvatnsnýtingar þegar þú ert að dæla upp vatni upp úr borholu að það verður niðurdráttur, en niðurdrátturinn má hins vegar ekki valda neikvæðum áhrifum á möguleika annarra á nýtingu eða á einhverjum vistkerfum eða þess háttar. Þannig að það er töluverður munur á því að það megi ekki vera niðurdráttur og hvort hann veldur einhverjum verulegum neikvæðum áhrifum. Og fjórði matshátturinn á magnstöðu, hann fjallar innstreymi saltvatns eða annars og mér finnst þetta svolítið svona athyglisverður athyglisvert orðalag eða annað, það getur verið hvað sem er og hérna á Íslandi getum við svo bara hugsað heita vatnið okkar vegna þess að í einhverjum tilvikum getur heitt vatn runnið inn í annars fersk kerfi en þetta er fyrst og fremst til þess að koma í veg fyrir að vatnsgæði rýrni vegna innstreymi og saltu vatni og hættan á því er töluverð á sumum stöðum á landinu og þá svona helst nefni ég Reykjanesskagann en þar háttar þannig til víða að grunnvatnslinsan ofan á söltum jarðsjó er mjög þunn en sem betur fer er lektin þar gríðarlega mikil sem verður til þess að við svona enn ekki sleppum með það sem betur fer. Áður ég endanlega þá er kannski rétt að geta þess að ég gleymdi að nefna þegar ég var að tala afmörkun grunnvatnsflota að í núverandi lögum stjórnarvatnamála að þar eru meira og minna öll eða allt vatn undir, heitt og kalt og salt og alls konar. Það komu rétt fyrir áramót fram drög að frumvarpi hérna ný lög stjórnarvatnamála sem hérna fóru í umsagnarferli og þar voru allmargir aðilar sem að gerðu athugasemdir við það að heitt vatn væri þar inni. Þannig að við, svona eins og við höfum verið að því, við erum svo rosalega fyndin, höfum verið að tala að við settum þar með heita vatnið á ís. Þannig að hérna, þú fannst þetta greinilega ekki að fyndið á mér, en okay. En hérna, þannig að við vitum ekki ennþá hvernig við eigum að nálgast það og þannig við ætlum að bíða með að taka ákvörðun hvernig við hanterum það þangað til nánari svona skýringar fást á því. Verður þú eitthvað við það að bæta, Lilja, kannski? Nei. Ekki bilið. Ég veit ekki meira en þú. Nei. Herru, þá örstutt hérna ferli við mat á efnafræðilegu
ástandi grunnvatns. Þetta líka verk sem í vinnslu, eins og ég nefndi áðan. En þetta svona einföld skematísk mynd af því ferli og fyrst fer þá í gang einhver álagsgreining og svo ástandsmat í framhaldi af því og default í þessu að ef ekkert álag á grunnvatnsflot að þá nær grunnvatnsflotið umhverfismarkmiði sínum gott efnafræðilegt ástand og góða magnstöðu. Þannig að mjög mörg grunnvatnsflot falla í þennan flokk bara automatískt. Þar sem álag, þá metum við álagið og byggjum annað hvort að gögnum eða aftur orði ársins, sérfræðimati, það hvort að hvernig ástandið og ef gögn og sérfræðimati sýnir gott ástand, þá nær það umhverfismarkmiði sínu. En ef ekki, að þá farið fram á einhverja frekari gagnaöflun eða vöktun. Hugsanlega kemur út úr því að ástandið sé gott og þá eru allir glaðir, en ef ekki, að þá það metið þannig að það sé ekki í góðu efnafræðilegu ástandi og þá þarf að fara í frekari vöktun og frekari lýsingu á grunnvatnsflotinu og hugsanlega einhverjar aðgerðir í framhaldinu til þess að tryggja að gott ástand náist. Og þetta svona verkferill við vöktun og mat á efnafræðilegu ástandi. Aftur ef þetta ekkert aftur, ég var ekkert búin að nefna þetta fyrr, en ef styrkur mengunarvísa yfir viðmiðunarmörkum á einhverjum einum mælistað, að þá þarf að fara í þessi prófi eða þessa matsþætti sem eru sem sé hér og þeir eru 4. Þannig að það ekki automatískt þannig að jafnvel þó að styrkur tiltekins mengandi efnis mælist yfir mörkum að vatnsflotið falli. Það fellur hins vegar ef sýnt fram á að einhver af þessum þáttum falli. En ef ekki, að þá nær grunnvatnsflotið góðu efnafræðilegu ástandi og í framhaldi af því tekin ákvörðun frekari vöktun eða ekki. Og í þessu skjali sem í vinnslu og fer vonandi bráðum að koma út að þar eru skematiska myndir eins og þessar sem sýna ferlið við þessa matsþætti og þarna þessi fyrsti matsþáttur bara almennt mengunarvalda í grunnvatnsflotum og þá spurt fer ársmeðalgildi á einhverjum vöktunarstöðum yfir viðmiðunargildi og ef svarið nei, að þá ástandið metið gott en ef svo þá möguleika að skipta grunnvatnsflotum upp í minni einingar ef því að skipta og ef það ekki eða í framhaldi af því að þá spurt má ætla að styrkur mengunarefna nái yfir umtalsverðan hluta grunnvatnsflotsins og þannig orðið umtalsvert stjörnumert og í þessum evrópsku viðmiðunum að þá miðað við að 20% af flatarmáli grunnvatnsflotsins sé yfir þessum viðmiðunarmörkum. En mér finnst svona pínu erfitt að miða við töluna 20%, þannig að þess vegna nota ég orðið umtalsvert, en þá höfum við í bakvið eyrað að þarna átt við það bil 15. Vegna þess að ef við ætlum að hengja okkur í töluna 20%, að þá getur verið mjög dýrt, flókið og erfitt að ákveða þetta 70% eða 21% og ég held við séum ekki að fara þá leið. Þannig að ég held að allir geti verið sammála að nota eitthvað sem það bil 15 sem umtalsvert. Og svo áhrif á yfirborðsvatn og landvistkerfi. Þarna
er spurt nær yfirborðsvatnsfljót sem tengt er grunnvatnsfljóti ekki markmiðið með gott efnafræðilegt ástand og ef að þetta er orðalag sem þarf kannski endurskoða, þetta er svona tvöföld neitun í því þegar maður kemur dettur í gott ástand en ef að styrkur mælist yfir viðmiðunarmörkum að þá dettur maður hérna niður og svo er raunverulega spurt hvort að þessi hækkaði styrkur hafi raunverulega áhrif á einhver vistkerfi og ef svo er ekki og styrkurinn mælist lægri en viðmiðunarmörk á meira en 80% vatnsfljótsins að þá telst vatnsfljótið vera í góðu efnafræðilegu ástandi. Ég var ekki með mynd fyrir innstreymi saltvatns í magnstöðunni en innstreymi saltvatns er líka matsþáttur í efnafræðilegri stöðu og þá er talað eða spurt hvort að þessi tölfræðilega leikni í átt að hækkandi seltustyrk og það eitt og sér getur fellt vatnsfljótið og svo líka ef að seltuna má rekja til nýtingar á grunnvatnsfljótinu. Og þarna erum við kannski komin í dæmi sem varðar fiskeldis fyrirtækin mörg sem eru á Reykjanesskaganum. Þau eru nýta saltvatn en nýtingin á saltvatninu getur haft áhrif á grunnvatnsniðsuna sem er ónáð eins og ég nefndi aðeins áðan. Og svo er það fjórði og síðasti matsþátturinn fyrir efnafræðilegt ástand. Það er hvort að mengun sé innan vatnsverndarsvæða og áhrif á gæði neysluvatns. Og þarna sjáum við að kröfurnar þar eru kannski pínu strangari heldur en áður. Þannig að ef það eru vísbendingar um að kröfur gæði neysluvatns standist að náist ekki, að þá förum við strax í, það er möguleiki á því að vatnsfljótið standist ekki og það ber að skoða. Svo örlitlar efnatöflur. Í svona hefðbundinni yfirlitsvöktun að þá duga þessi gildi eða duga þessar breytur hér til þess að gefa okkur vísbendingar það hvort að vatnsfljótið standist kröfur eða ekki. Það er að segja sýrustigi og leiðni eru til dæmis bara einur og sér býsna góður indikatorar á það hvort eitthvað er í gangi eða ekki. Síðan eru mengunarvaldar tilteknir og viðmiðunargildi hámarksstyrk og það er auðvitað æskilegt að mæla þessa mengunarvalda og fleiri í sem flestum tilvikum og þess vegna er að kalla eftir gögnum frá sem flestum aðilum. En eins og ég kem inn á eftir hádegi að það eru miklu fleiri mengandi efni sem er æskilegt að hafa í huga. Þannig að þetta er ekki tæmandi listi yfir þau mengandi efni sem geta haft neikvæð áhrif á grunnvatnsfljót. Svo sjáum við er eitthvað sem heitir viðsnúningsgildi og það er talað viðsnúningsgildi þegar að við erum með leikni í átt að hækkandi styrk og styrkurinn fer hækkandi og nær þessum viðsnúningsgildum að þá fara viðvörunarbjöllur að klingja og þá er komin tími til að fara að bregðast við og gera eitthvað. Svo aðeins álag á grunnvatnsfljót. Álag á grunnvatnsfljót er tilgreint í vatnavefsjá og við gerðum áhrifamati að þá þarf að tilgreina álag sem er á vatnsfljótið sem að þau eru að vinna. En við höfum hins vegar ekki í vatnavefsjánni eða bara almennt á umhverfis- og orkustofnun yfirlit yfir allt álag sem að kann að vera á vatnsfljót og þess vegna er mikilvægt eins og ég held að hafi komið fram fyrir morgun að fá upplýsingar
frá þeim sem eru að vinna áhrifamat líka. Það er að segja, þeir verða að greina allt það álag sem er á vatnsfloti sem er verið að skoða. Og eins og Maja sagði örugglega áðan í svari við einni af spurningunni, að þá er það heildarálagið á grunnvatnsflotið sem ræður því hvort að markmiðum gott ástand næst eða ekki. Og þar með var ég sem að ljúka þessi máli.